fagmenn eru kannski ekki nægilega meðvitaðir um. Já, ég held nú að stærsta áskorun sé nú raun og veru kannski svo umræða sem hefur verið svolítið búin að vera mjög mikið núna síðustu misseri og virðist vera svona að seitlast inn í kerfið, þetta að komast inn í sveitarfélög og fleira og ég held að það sé mjög mikilvægt að Skógageirinn bregðist við og við þurfum einhvern veginn að ná vopnum okkar aftur. Þannig að ég held að það hefur áhrif á svo margt. Það þurfa allir einhvern veginn að koma með landeigendur og fleiri og ef að umræðan er mjög neikvæð þá náttúrulega heldur fólk að sér höndum, svona bara rétt eins og Rakel bent á hérna í erindinu hérna í morgun að fólk er að veigra sig við því að hérna fara út í skógrækt. Þannig að ég held að það sé sko langstærsta áskorunin. Já, Bjarni Diðrik, það er náttúrulega, það er svo gaman að vera í skógræktkrakkar þegar það er svo margar áskoranir. Og þetta er náttúrulega ótrúlegt að strákur í ég sem kem úr mínu námi erlendis frá árið 2000 og bara þessi breyting sem hefur orðið á þessu geira á þessum 25 árum er náttúrulega alveg æðisleg. En það eru margar áskoranir og ég held að það er akkurat þetta með umhirðuna og þess vegna var svo gaman að fá hann Axel. Þetta er stóra áskorunin, ekki endilega framkvæmana heldur ákveða. Hvað viljum við? Af því að við höfum komist upp með að vera bara með mikla fjölnytja skógræktar hugsun en svo þarf að ákveða hvað ætlum við, hvernig ætlum við að hirða skóginn og leiðum við ákveðum það endanlega, þá erum við að markmið setja skóginn. Og nú er það að koma til okkar og þess vegna er það að fá Axel og taka alla þessa umræðu af því að það er markmiðið sem stýra umhirðunni. Þetta er risastórt mál sem við erum að ákveða. Hrefna og Jóhann eru búin að því en það eru margir aðrir sem ekki búin að því. Takk. Já. Ég ætla bara að leyfa mig að vera svolítið samanlega hérna fyrsta ræðumanni. Það er bara því að það snýr svolítið að því sem ég var að tala líka, bara þessi umræði þjóðfélaginu. Þetta er bara á hreinni íslenska, þetta er svo leiðilegt, það er ekki hægt að hafa þetta svona, bara allt sem við getum gert til að hafa þetta ekki svona. Það er held ég það sem við bara þurfum að gera. Og ég er auðvitað bara ég fæ borgað næstu mánaðamót sko og mér er ekki vorkunn að setja undir þessu. En ég er bara íslensk þjóð sko, hversu hún að gjalda. Og ég held að við þurfum bara að komast bara faglega á annan stað sko. Þannig að maður segir það bara, já er þetta þín skoðun, það er bara fínt. En við erum með alls konar viðmið og stala sem að segja að þetta sé nú bara ekkert vera hér heldur en annar staðar og þá held ég við séum komin allavega eitt skref áfram. Já, takk fyrir. Ég horfi nú kannski á, sko það eru áskoranir, ég held að þessi svona umræða, hún er nú kannski svolítið bara letja okkur, við erum náttúrulega að vera að finna aðeins gleðin í þessu aftur og gera skógrækt aftur stórkostlega. Ég held að það sé líka áhugavert eins og í þegar við vorum að vinna skógarkolumni þá vorum við með það motto að við þyrftum bara læra og gera. Það var ekki nóg að læra bara, við þyrftum að gera, við þyrftum að koma að stað verkefni. Og mér hefur alltaf fundist þetta áhugavert. Það var vinur minn sem spilaði með Keflavík í fótbolta og það gekk illa og Kjartan Másson var fenginn til að rífa þetta upp og hann baði einn í liðinu til að segja sér hvað myndi gera. Það var innkastið vítateinn og leikmaðurinn fór að segja að já, ég er eini, leið mér að stoppa þið strax. Nú gerum við. Hættum að reyna.
Já, þakka þér fyrir, þetta voru góð orð. En fyrir mér þetta svolítið öðruvísi því að ég alltaf svo praktískur sko, ég fæ ekki útborgað næstu mánaðamót nema ég vinni fyrir því einhvern veginn. Og þess vegna ég að hugsa alltaf við þurfum að grisja til þess að fá betri afurðir og til þess að geta grisjað til þess að geta komið í þessari umhirðu af stað eða betur áfram. Þá kostar það peninga því þetta er ekki kommersiált akkurat núna í upphafi. Þannig að hvernig ætlum við að komast áfram með það á einhverju hraða og það er líka annað kannski þegar maður eldist þá svo lítið tíma eftir, maður þarf að gera svo mikið og þetta þarf að klárast. Og það er fyrir mér þetta þannig, hvernig á að leysa þann pakka akkurat núna til þess að hraða þessu ferli. Því það er fullt af trjám sem búið að planta og það er fullt af efnið sem hægt að nota, það er bara kannski ekki hægt að borga fullt verð við það eða hvernig sem það er á þessum tíma. Já, svo ég tala nú aðeins bara út frá mínu erindi og hérna það held ég að þessi neikvæða umræða sé í raun að veru risastórt mál núna að reyna að dempa. Við sáum hvað gerðist þegar að fjármagn til skógræktar dróst saman eftir hrun að þá fóru margir skógaplöntuframleiðendur þeir hættu starfsemi og það tapaðist gríðarleg reynsla og þekking hjá fólki sem hafði verið í bransanum og svo eru þeir sem eru að fara að byggja upp núna að spenna bogann hátt og það verður einhvern veginn að dempa málið fljótt og vel því að fjármagnið inn í skógaplöntuframleiðsluna það verður að vera stöðugt til þess að stöðvarnar hafi góðan rekstrargrundvöll. Það held ég að sé stærsta áskorunin núna. Já, það er mér líka mjög hugleikin þessi umræða, þessi neikvæða umræða sem hefur verið í þjóðfélaginu gagnvart skógræktinni. Hverjir eru það sem fara í skógrækt? Það er alla jafna mjög þolinmótt fólk sem að bítur svolítið í tungun á sér og svarar ekkert endilega nema að hafa eitthvað fyrir sér í því. Ég held að ein af lausnunum sem til þess að snúa þessu við, svona til þess að reyna að vera svolítið lausna með því, sem segir að við þurfum bara að hafa þess hærra, við þurfum að sýna meira allt þetta góða sem er í gangi til þess að komast upp úr þessu, hætta að vera alltaf í vörn og bara snúa okkur í sókn og gera hlutina, sýna hvað við erum að gera gott. Og ég held að það sé lausnin út úr þessu og ég held að þetta sé mjög mikilvægt og brýnt að við bara gerum þetta. Við hættum að segja og kvarta og stöndum upp og sýnum og gerum. Já, ég tek nú eiginlega undir. Sem flestir hafa sagt hér. Bara minna það að þetta er mjög fámennur hópur en hógar sem gagnrýnir skógrækt. Það er aðalega þegar koma kannski myndir af einhverju jarðvinnslu sem hefur áhrif aðeins út fyrir ákveðin gera. Ég bara minna það að það eru margir sem fara í okkar skóga, stunda þar útivist, tína sveppi og setja heilsubótar í göngutúr og annað. Það er þessi hópur sem heyrir ekki frá kannski. Og svo er þetta framtíðinni komið vörur, vistvæna vörur okkar skógum, við fáum ilm, olíu og annað. Þannig ýmislegt sem við getum komið á framfæri sem kannski bætir ástandið. Takk. Þetta er svolítið krútlegt með þennan eina mikrofón sem við erum öll að nota hérna saman. Við höfum alltaf áhugavert að heyra þetta, þið voru þarna alltaf sammála. Þetta var umræðan eða umhirðan sem voru svona þessi stóru málin hjá okkur og við erum búin að tæpa ekki bara hér í dag, heldur undanfarna mánuði, búin að fara alltaf mikill tími að ræða það sem okkur þykir óvægin umræða. Við vitum öll að uppbyggileg gagnrýni getur verið af hinu góða og ég held að þessi uppbyggilega gagnrýni og bara sjálfsrýni hjá okkur sjálfum líka á undanfarnum árum og áratugum er að náttúrulega bara efla okkur sem fagfólk og hjálpa okkur í að gera betur
En ósanngjörn og einhliða umræða, hún getur aftur á móti verið mjög skaðleg eins og Rakel kom inn á til dæmis varðandi gróðrarstöðvarnar. Framleiðendur bíða eftir hagstæðum vindum eins og kom fram. Núna eru þeir í sunnlensku slagveðri og við gerum allt sem við getum, sagði Bjarni, til þess að ná sáttum. Stendur ekki á stjórnvöldum, sagði Björsi. Og við erum núna komin með alls kyns verkfæri eins og bæði Gulli og Birkir voru að sýna okkur með þessa gæðastaðla og svo viðmiðin líka val á landi. En það samt eins og sé ekki alveg kannski hlusta, hvað getum við gert, við hverja eigum við að tala til þess að kannski aðeins að koma umræðunni á góðan spöl. Jú, við þurfum að sýna fram á það sem við erum að gera, það er rétt, ég er alveg sammála því, það er besta leiðin til þess að sýna fram á gagnsemi þess sem við erum að gera. En á meðan að við erum að vinna í því, þá eru einhverjir sem að verða verktakar og einkaaðilar, þeir verða fyrir, geta bara orðið fyrir bara miklu tjóni. Og ég vil bara nefna hér að án gróðrarstöðvana, þá erum við nú í vandastödd. Þeir eru náttúrulega hryggsúlan, svo maður segja, í okkar starfi. Þannig að ég bara svona velti því fyrir mér aðeins og kannski beina þessu svolítið til þín Bjarni og Birkir líka. Hvernig eigum við nú að koma þessu skilaboðum á framfæri þannig að það sé eftir því tekið og það er verið að sýna fram á rannsóknir og við erum með þessa gæðaviðmið og staðlana. Við hverju eigum við að tala? Eigum við að tala við verkfræðistofurnar eða eigum við að tala við háskólana eða við sveitarfélögin? Aðeins að fá frá ykkur betur hvernig við eigum að snúa þessu okkur í hag. Já, fyrst og öllu eigum við að vera jákvæð og ekki svara í saman tón, sko. Af því það kallar bara á sama tilbaka og það spinn. Við vinnum aldrei þannig. En við þurfum, og þetta er bara það sem kom fram hérna hjá öðrum líka, sko, og Helenu Mörtu, að við þurfum núna að leggja áherslu á líka önnur gildi og með fullri virðingu fyrir loftslagsmarkmiðum að við erum líka að gera margt gott annað. Það var náttúrulega bara mjög óheppilegt, eins og ég upplifi það, að við erum mjög gott starf hjá Skógræktinni varðandi loftslagsmál og skógrækt og nú situm við svolítið þar að við erum með staðlana tilbúna og forskriftina og allt kemur til og það er það sem er svona vandamálið. Það þyrfti kannski að hjálpa svolítið hinum leiðunum, bara að komast áfram líka svo að það er það sem er í raun og grunninn að valda þessari miklu úlfúð, að það er fjármagn sem er að koma úr einkageiranum er eingöngu að fara í eina aðgerð eða mjög stóru hluta. Þetta er að breytast, ég veit að herra ráðuneyti, hann er með marga putta á mörgum stöðum og hann veit alveg að þetta er að breytast og ég held að hluti af þessu vandamáli minnki þegar að aðrir sem geta boðið upp á líffræðilegar lausnir eða náttúrutengdar lausnir í loftslagsmálum komast bara svona hér byrja blott og skóra þegar komin, skiljiði. Það er alltaf eitthvað svona sem er undirliggjandi og það er að eldsneytið sem er í raunin að knýja alla þessa neikvæðu umræðu. Þannig það er okkur í hag að hjálpa þeim aðeins líka lengra og þá held ég við leysum hluta þessu. Ég líka, já. Ég held að við höfum bara að tala við alla og engan, alla sem vilja hlusta. Við höfum bara að tala við íslenska þjóð. Það vill svo til að herra ráðuneytið er hluta af henni. Það eru líka 63 sem sitja á þingi og það eru líka, ef út í það er farið íslenski dómstólar, það eru bara, við erum öll hluti af einhverju mengi sem hér býr. Við erum auðvitað að tala, við erum að vera jákvæð eins og Bjarni segir og byggja á gagnreyndum vísindum, bara eins og hægt er. Já, það held ég, sko. Engin einn lykilmaður í því, sko. Þá langar mig aðeins að fara inn á þetta með staðlan sjálfbæra skógrækt. Við sem að
verða birtir núna á árinu, ekki satt, eða verða gefnir út á árinu og það verður bara mjög gaman að fá það og byrja að vinna eftir þeim líka. Við erum náttúrulega með unga auðlind, þannig að við erum með svolítið sérstakt hjá okkur hvað það varðar, en við erum ekki bara með unga auðlind, við erum líka með í rauninni við erum ekki með margar kynslóður á bak við skóginn heldur, þannig að við þurfum líka að fræða skógareigendurna leið og auðlindin verður til. Þannig að ráðgjöfin mjög mikilvæg til þess að við tryggjum sjálfbærni skóganna. Og þá langar mig líka bara aðeins að veltu, nú hef ég nú ekki skoðað drauginn hjá þér, Gulli, en bara með auknar kröfur til dæmis tegundablöndu eða eitthvað ákveðið hlutfall inn í skógana, meiri fjölbreytileika og bara til þess að tengja þetta líka við það sem að Axel var með áðan síþekju skógræktina. Það eitthvað sem að við komum til með að kannski sjá meira þá? Hver var það sem að Bjarni talaði að svona það sem að kannski vekur mesta tilfinningar hjá fólki, það einmitt þetta með jarðvinnsluna og síðan rjóðurfellinguna. Þannig að þá það kannski líka eitthvað sem að svona skapar meiri sátt ef við erum farin að horfa á þetta svolítið öðruvísi. Þannig að já, langar bara aðeins að koma inn á þetta með mikilvægi þess að við það þetta hæfi þeirra sem að koma hæfi skógarbóndans, hæfi verktakans og hæfi okkar allra að sinna þessari auðlind. Já, takk fyrir það. Svo kannski eins og oft áður ekki til einfalt svar við flókinni spurningu, en það sem að ég held að ég geti sagt staðaninn núna og þá innleiðingu sem að fer þá fram, hann verður semst í samráðsferli næstu 2 mánuði hjá staðlaráði og þeir kynna það örugglega bara sjálfur. En það sem að ég held að sé mjög mikilvægt að taka sem svona fyrstu skref í innleiðingunni, það að bæta áætlanagerðina mjög mikið og það held ég sé bara mjög mikilvægt fyrsta skref og þegar við höfum bætt áætlanagerðina þá getum við tekið fleiri skref. Þetta ekki svör við spurningunum á prófinu þessi stað. Þetta tæki sem við getum notað til þess að gera betur og varðandi svona einstaka þætti þá held ég að af þessum 100 blaðsíðum sem þetta nú að teygja sig í þá man ég nú ekki alveg allt, en það sem stendur upp úr fyrir mér það að bæta áætlanagerðina. Einmitt, það eitthvað sem við getum öll tekið með okkur þegar við erum alltaf með ræktunaráætlun, en svo þurfum við þá líka að hafa bara umhirðu áætlun sem að stenst staðalinn og við erum þá að tryggja auðlindina til framtíðar. En þá þetta alltaf freistandi, Magnús, af því að þú talaðir að þú værir ekki með svona eitthvað fastan paycheck hver mánaðamót. Nú þarft þú náttúrulega að sjá til þess að fá borgað hver mánaðamót bara í gegnum ykkar vinnslu. Og þá náttúrulega mjög mikilvægt að vera með bara atvinnumenn sem að kunna vel til verka, bæði var á tækin þannig að það gangi allt smurt, en líka þá varðandi það að við tryggjum sjálfbærni skógana til framtíðar, að maður gangi ekki of hart á auðlindina of snemma. Þá langaði mig líka bara aðeins að heyra frá ykkur ykkar framtíðarsýn með það að tryggja þetta hæfi hjá ykkar verktökum og nú ég ekki beinlínis til Tandra heldur nú bara því að þú situr í pallborðinu og svarar þá fyrir bransan bara svolítið.
Já, þakka fyrir það. Það hérna, auðvitað gerum við bara það sem okkur sagt í rauninni og þar kemur náttúrulega, og hef ég alltaf verið svo ánægður með hvað skógræktin hefur verið professionalt í sinni nálgun á því hvað við eigum að gera, hvernig við eigum að gera það og annað slíkt og þannig förum við að því. Þannig að fyrir mig myndi segja að það sem þarf að tryggja það að sú ágæta stofnun sem heitir Land og skógur í dag fái nægilegt fjármagn til þess að geta sinnt því að iðnaðurinn eins og okkar sem á brauðfótum og borgar sér ekkert út í hverju mánaðamót að því það ekki til. Og þá þarf það að vera þannig að það sé tryggt nóg fjármagn bæði til þess að það sé hægt að mæla, segja mönnum til hvernig á að grisja og annað slíkt og hvar og hversu mikið. Því að það verður að vera nóg til þess að sé hægt að forsvara það að vera með þessar vélar. Það er þessi ungmennafélags áhugi og trjáræktar áhugi sem er ræktaður í mig frá barnæsku, hann endist ekki drosalega lengi. Það sem var ykkur öllum ansi hugleiki núna, það var líka umhirðan. Við höfum, svo sem okkur bransanum hefur verið tíðrætt mikilvægi þess að umhirðu sé sinnt vel. Þannig nú ætla ég aðeins að beina sjónum að ykkur Bjössi, Helena Marta og Óli og því sem að þið komið inn á í ykkar erindum. Nú, þema þetta er frá plöntu til planka. Og við höfum svo sem verið mjög dugleg við það að reyna að hafa fókusin á plöntuna, hún sé í lagi og hvað er að gróðursetja og annað slíkt. Og við heyrðum það líka hjá Rakel að skógarplöntustöðvarnar í dag eru að framleiða kannski helminginn af því sem þær geta. Þær framleiðslugetan hjá þessum 3 stærstu stöðum í dag er 18 milljónir pluss eitthvað svoleiðis, þar að framleiða helminginn, þannig að þar er alveg hægt að gera töluvert betur. En við erum samt með 2 stór, mjög áhugasöm verkefni að framleiða fleiri plöntur. En okkur vantar kannski afurðastöðvar og einhver svona úrvinnslu stöðvar, einhver staðar þar sem hægt er að koma hráefninu í vinnslu og á markað. Og ég held við sjáum það líka þar sem að auðlindin eru komin á það stig, þar svona blómstrar þessi tækifæri eins og við komum til að sjá hjá Bjarka á eftir og líka bara sáum í sjóunu hjá honum Magnúsu áðan. Nú, við erum ráðherra talaði hagkvæmni og forgangsröðun í dag. Það er eitthvað sem skiptir okkur mjög miklu máli. Við þurfum að náttúrulega forgangsraða aðeins uppbyggingu slíkra stöðva, sem sagt afurðastöðva eða úrvinnslustöðva fyrir þessar viðarafurðir. Og við erum með heilmikil gögn úr ISU hvar auðlindin er og hvar hún er að vaxa upp og hvað hún er gömul. Ég átta mig ekki alveg á því hvort að við erum með góð gögn gæðin á henni eða í hvað hún myndi nýtast. Þannig að mér langaði svona aðeins að heyri ykkur með það. Þannig að við getum þá svona farið að skilgreina svolítið þessi heitu svæði núna. Hvar þurfum við að fara að undirbúa okkur núna í dag? Hvar ættum við í rauninni að vera löngu byrjuð að hugsa að setja upp slíka stöðvar og svona hvernig eigum við að fara að því svolítið? Hver á að vera á dúfurinn í þessu máli? Já, eins og kom nú fram í erindinu hjá okkur Helenu Mörtu í morgun. Ég kannski kom ekki nóg skýrt með það sko, það er þannig að við metum sem sagt hvar viðurinn er nýtanlegur og þá erum við að nota alls konar mælikvarða og þá er einn mælikvarðinn sá að það sé hægt að sem sagt, út frá vegum og slíku að sækja við. Við erum að nýta 16% í dag af þessari skógarauðlind. Þannig að það er greinilega, það eru mikil tækifæri. Nú eins og kom einnig fram að þá er þetta 3 kjarnansvæði. Það er Austurland og það náttúrulega að byggjast upp iðnaður
það Norðurland og Suður- og Vesturland og þannig að við erum með klár tækifæri á þessum, ég meina, Suður- og Vesturland og Norðurlandi fyrir utan Austurlandi til þess að fara í frekar uppbyggingu. Ég meina eins og með Suður- og Vesturland mjög nálægt höfuðborgarsvæðinu, að sjálfsögðu á að byggja upp aðstöðu á öllum þessum 3 kjarnasvæðum. Hvernig það gert, náttúrulega skógrækt ríkisins gamla sem núna, skógræktin og svo Land og skógur, hefur þetta gengið svolítið fram og kannski undirbúið einhvern jarðveg og er náttúrulega með það á ákveðnum starfsstöðum. En ég held að leið og eftirspurnin eykst og hún náttúrulega, við getum gert heilmikið í að svona auglýsa okkar vöru, að þá held ég að fleiri og fleiri kveiki á perunni sem eins og félag okkar á Tandrabretti. Já, hluti af því mati sem að við framkvæmum í skógarúttektinni líka að meta hversu hæf trén sem eru innan reitsins eru til við að nytja. Við skráum hjá okkur vöxtin á trjánum að því leyti til að ef við erum komin upp í 10 metra tré þá segjum við að séu kannski 6 metra beinir eða 10 metra beinir eða algjörlega ekki hæft til bolviðar. Þannig að við í rauninni leggjum líka mat á gæði timbursins í reitunum. Þannig að þetta allt upplýsingar sem liggja fyrir út frá þeim reitum sem hafa verið settir út. Þannig að þetta í rauninni eitthvað sem að og af því að þessi reiti sem við tökum út eru representatífir fyrir miklu stærri svæði samkvæmt bara úttektarfræðunum öllum. Þannig að þetta klárlega eitthvað sem auðvelt að komast að úr þeim gögnum sem við nú þegar höfum. Já, þannig að, en ég veit ekki alveg hver á að gera þetta allt, sko. Kannski bara örstutt, það þetta, segjum svo ef við býðum í 10 ári viðbót, þá þetta hafa skógarnir, eða 1 milljón rúmmetrar skógurum í dag og það bætist við kannski nýja gróðursetningur og annað og svo vöxtur skóganna kannski meðaltalið 3 regluvis. Dálítið grófa tölur, sko, það bætist við 30.000 rúmmetrar á ári í því sem þegar uppi, sko. En þeir sem þetta vinna úr efninu, það þetta einkageirinn sem þarf að gera það. Og mér mjög gott framtak hjá félag skógarbænda Suðurlandi að koma með þessa skýrslu sem unnið með eplu, þar sem komum fram mjög merkilegar, fínar samantekt á þeim svæðum líka sem ættu vera að setja upp vinnslur og þeir nefna allir eins og þeirri skýrslu að það mikilvægt að koma upp einhverju svona miðlun á íslensku efni við og aðstöð til að þurrka timbur og saga. Þannig það svona eftir 10 ár þá erum við komið þangað, það var örugglega mjög mikið gerast í vinnslumálum á næstu 10 árum. Takk. Já, maður sér þetta náttúrulega rétt, en þetta svolítið spurningin náttúrulega hænuna eða eggið, hvað kemur fyrst, sko, af því að það augljóst mál að ef að það komin einhver markaður þá svona auðveldara kannski að drífa sig nú út með saugina og skaffa efni inn á markaðinn. Mér langaði líka bara aðeins að spyrja þig aftur, Magnús, sambandi við Tandra orku og já, hvað við segja, heitir reitir þar sem nóg af við en á köldum svæðum. Eru þið að fá einhverjar fyrirspurnir frá slíkum sveitarfélögum til dæmis að þið komið og framleiðið bara orku hreinlega eða heitt vatn? Já, þetta er svo interessant að við byrjuðum á að gera þetta upphaflega á Neskaupstað
sem kaldur staður, Litla Moskva, og þá tók það alveg heilt ár og við töpuðum einhverjum hellingspenningum á því að sanna konseptið. Það að segja að kveiki einhverju á Íslandi hefur alltaf þýtt ólykt, reyk, eitthvað svona vesen, skiljiði, og það þurfti að koma því í gegn að þetta væri hægt að gera þetta án þess að það tæki nokkur eftir því. Og ég ætla að segja ykkur eina gaman sögu, ég var eitthvað að brölta þetta var í gámeir, í svona stórum gámeir sem ég sýndi ykkur áðan, og það kemur, og þetta við verkmenntaskólan og íbúðarhúsnæðin eru hinum með við götuna, og það kemur fullorðinn maður til mín og segir, ætlaði ég að fara að kveiki upp í þessu helvíti strallleikar núna. Og ég sagði, heyrðu, Kalli, þetta búið að vera í 3 vikur, hefur ekki tekið eftir þessu það? Og hann sagði bara, haltu kjafti, og fór. Og þannig að þetta mjög ánægilegt og það bara farði sönnundar heim það að þetta er bara í besta mál. Við kynntum svo alla hitaveituna árið eftir og bjöggust nú þá við að þetta yrði nú sko bara bæn í vegurinn, svo færi engan til að segja eftir það, en það hefur ekki verið. Ríkið gaf öllum sem eru með svona hitaveitur svokallaðan sunset samning, það er að segja sólarlags samning, það er að segja að það fá allir að kaupa rafmagn í þessar fjarrmagnsveitur næstu 5 árin. Hvað er allir að gera þá? Finna heitt vatn eða koma og tala við okkur aftur, veit ég ekki. En þannig að það er svona, já, þetta var svona pínlítið spark í pungin, maður var svona, já, hélt maður væri búinn að tapa öllu sem hægt þyrfti og væri komið þetta á rétta stað, en það er ekki svoleiðis. En það eru svo staðir eins og þessir, sem það sem þetta hentar mjög vel, það sem þetta getur mjög vel virkað áfram. Þá fer það svona að styttast í þetta hjá okkur. Við ætluðum að vera að slíta hér eftir bara örfáa mínútur, en það er tími fyrir spurningar úr sal, þannig að Komið sæl, ég þakka fyrir mjög góðar umræður. Þær fjölluðu mest til að byrja með þetta vandamál sem er þessi neikvæða umfjöllun skógrækt. Þetta aðeins að koma meira inn á hana núna. Ég hef sennilega lengri reynslu af því að fást við hana heldur flestir hér. Ég hef verið að fást við þetta í rúm 30 ár, fyrst sem fagmálastjóri skógræktar ríkisins og síðast sem skógræktarstjóri, og þetta hefur ekkert breyst. Þegar ég byrjaði þá var ennþá nöldur það að sko það ætti að hætta við Héraðsskóga því þetta væri peningasóun frá ríkinu. Þetta myndi aldrei verða timbur, aldrei. En héldu því fram. Síðan þegar lerkið fór að vaxa hérna á Héraði og fólk tók eftir því, þá fór fólk að kvarta undan því að við varum að nota útlenskar tegundir allt og mikið. Þá var líffræðileg fjölbreytni komið til skjalana og þá átti að nota meira birki. Og svo framvegis og svo framvegis. Þessi listi af atriðum sem að Birkir Snær birti í sínu erindi í morgun var ekki gagnrýni. Var ekki gagnrýni á skógrækt. Þetta var nöldur. Þetta var tilfinningalegt ragn og ekkert annað, og það er ekki hægt að svara því á sko einn hátt. Við fengum hérna úr umræðunum tillögur. Ég hef reynt að gera þær allar í gegnum tíðina. Ég hef reynt allt. Ég hef reynt að svara í svipuðum tón, svar í sömu mynd, að segja, nei, halt þú kjafti, og í blöðin og svoleiðis, þið getið fundið þetta, og sko, það gerði ekki gagn, en við töpuðum ekki á því heldur. Það þýddi bara engin sigraði, það þýddi það. Ég hef reynt að svara þessu, og við hjá skógræktinni höfum reynt að svara þessu með vísindalegri þekkingu, með rökstuðningi fyrir skógrækt og svo framvegis.
Það neinir enginn að lesa það því miður, eða bara örfáir. Og hitt sem eins og það sem Gulli sagði, þriðja leiðin sem við höfum reynt að tala upp skógrækt. Segja, já, skógrækt frábær. Þetta bara ekkert, þetta nöldur, þetta þýðir ekki neitt, skógrækt bara frábær. Og telja upp svona alla þá frábæru hluti sem eru skógrækt. Nei, breytir engu heldur. Nöldrið heldur áfram. Það kemur alltaf eitthvað. Það alltaf einhver ástæða til þess að einhverjir fari af stað og nöldri skógrækt. Og það ekki bara skógrækt. Hvað var að gera sem daginn? Carbfix að gefast upp á Hafnarfirði. Og það út af samskonar nöldri sem ekki heldur byggt á rökum. Heldur bara við viljum ekki að einhverjir græði á því að bora holur í landi Hafnarfjarðar og dæla niður koltvísýring. Það var ekki rök, þetta var bara nöldur. Þetta eitt sem ég vildi segja og mín niðurstaða er sú eftir þessar umræður hérna líka að við þessi geiri ég held að við finnum ekki upp neina nýja leiðir, við þurfum að nota þær allar og ekki síst að tala upp skógrækt. Annað sem ég vildi nefna sem var líka í erindi Birkis Snæs var að þarna var markmið sett upp meðal annars, ég man ekki nákvæmlega orðalagið, meðal annars það að draga úr áhrifum á vistkerfi, að draga úr röskun á vistkerfi í því sem við erum að gera. Og ég vissulega alveg sammála því að það sem hefur verið fjallað hér í dag, sem sagt staðlar og sjálfbær skógrækt og það allt saman, að þegar verið að taka ákvörðun að velja eitthvað land til skógræktar, þá þurfum við að hafa það í huga, hafa þá hluti í huga. Sama ætti að gilda endurheimt votlendis og sama ætti að gilda uppgræðslu. Já, ég alveg verið tilbúin, alveg verið búin, en þegar ákvörðunin tekin, þegar búið að gangi í gegnum það, þá verðum við að viðurkenna það líka og segja fólki frá því að við erum að breyta vistkerfum. Við erum að gjörbreyta vistkerfum í öllu því sem við erum að gera. Ekki bara í skógrækt, það alveg jafn mikil gjörbreyting að endurheimta votlendi, það alveg jafn mikil gjörbreyting að breyta örfokalandi í gróiland. Allt þetta hefur í för með sér breytingar og þær eru nauðsynlegar. Við þurfum á þeim að halda. Takk fyrir þetta, Þröstur. Einhver með spurningu til? Takk, kæri Þröstur. Og ég alveg sammálaður, en það sem að líka ég vil segja mjög oft við nemendur í Landbúnaðarskólanum og við höfum, Ísland ekkert öðru svona lönd. Og hvar alls staðar sem að skógrækt hefur farið á stað í skólum og landi hefur almenns álit og umræða farið í gegnum svona fasa. Og það gerist alltaf. Og þess vegna líka þetta að segja, já, þegar við erum farin að skipta máli, við erum bara ekki eitthvað svona krútt, að þá þetta bara eðlilegi vaxtarverkir í samfélagi, í lýðræðislegu samfélagi. Við getum verið alveg voðalega sár, en þetta eru líka fullorðinsmenn. Og svo ætla ég að segja, svo ég sammála öllu öðru sem þú sagði, Þröstur, og við þurfum bara að mæta því með jákvæðni, bjartsýni, við vinnum aldrei, það eru hagsmunaárekstrar. Ég kom aðeins inn á einn áðan, að við vorum mjög framalega í að vera tilbúin fyrir loftslagsmarkmiðið, fjárfestinguna, og það mjög gott og við halda því áfram, en við munum þurfa að vinna í samkeppnisumhverfi héðan frá, við erum ekki krútt lengur. Takk. Mjög gott. Gott að við erum frá að taka þess pláss. Eins og tvær spurningar í viðbót áður en að við förum á næsta stað. Einhver? Trausti? Takk fyrir góðar umræður. Ég langaði bara að koma í svona praktískt mál þar sem ég skógaður á land og skógi og að glíma þetta vandamál að
sem hefur komið inn á að nýta þetta efni. Það gríðarleg grisinu þörf bara hvert sem maður fer en maður veigra sig við að grisja af því að það vantar markaðinn. Þetta hérna hænuvakið. Hvaða lausnir sjáið þið sem hafið skoðun á því hvernig geta land og skógur komið sínum afurð á markað? Hvaða leiðir eru færar? Já, hver vill taka þetta? Óli. Já, það er spurning sko, land og skógur sko, land og skógur þetta hefur yfirráð yfir dálítið eldri skógum landsins og við höfum þetta verið að með vinnslu í okkar helstu skógum eins og veistu þetta, Vagnarskógi annars staðar, en það er kannski ekki hérna og allt held ég sem er framleitt selst. Við erum bara ekki með nógu mikið hérna kapasitet til að framleiða meira held ég. Og það hefur verið auðvitað stefnan líka í gömlu skógræktinni að við myndum ekki halda áfram að auka við okkar vélar, auka vinnslu á viðnum heldur eftir ykkur aðrir að taka við og ég veit að Þröstur var það er svona hugmyndi bak við þetta allt að koma á svo stað og hérna fá aðra til að taka við og það mun auðvitað gerast eins og það gerst hérna fyrir austan. Ég veit ekki alveg hvort það svaraði þinni spurningu svo. Takk. Það er mjög áhugavert að sko vera að horfa einmitt á það sem er búið að vera að gerast og það var náttúrulega, það má aldrei segja þetta upp á, ég ætla það að gera það er engin upptaka. Sem sagt, efnahagshrunið 2008 var náttúrulega guðsgjöf til okkar geira. Af því að þá allt í einu skrúfaðist fyrir innflutning og alls konar efni og þið muni bara það gerist þetta í nóttu. Að það urðu til hráefnisstraumar út úr í skógum og við höfum ekki verið það var eldiviður til 2008 sem var eina afurðin sem við vorum nánast að og nokkra fiskihjallaspýrur. Og þetta gerist mjög hratt. Og svo náttúrulega er bara svolítið verð og framboð og eftirspurn. Svo þegar íslenska krónan sko lækkaði á gengi þá mistum við svolítið af þessu straumum aftur til innflutnings. En þetta snýst svolítið mikið það sem að Magnús var að tala að það þarf að vera stuðningskerfi hver sem gerir það í upphafi að því það er alltaf þegar einkageirinn kemur inn sko það sem Óli var að segja vandamálið hingað til hefur verið við höfum ekki getað tryggt nóg framboð til að standa undir einhverju fjárfestingu og framboðsvandinn er að hverfa hann er bara búinn eftir 10 ár en þá þarf stöðu aðgengi á auðlind og auðlindin í dag er langt mest á ríkislandinu og hún er svo að verða að til á einkalandinu en svo er þriðji stóri leikandinn í skógrækt sem eru Skógræktarfélögin og þar er bara komna 3 mjög flottar afurðastöðvar. Það er einkaframtak og sko en þetta er aðgengið að landinu og hvernig tryggt er ekki bara núna í haust heldur að menn eins og Magnús fái aðgengi á landinu og að sjálfsögðu eitthvað verð sem gerur honum kleift að komast á stað og það er að búa til þennan katalýser sko inn á ríkisskógana af því þar er núna mesta efninu sem verður til næstu 10 ár. Það er lykillinn. Þetta er bara mjög góð lokaorð og ég vil bara þakka þessu ágætu fyrirlesum bara vel fyrir þeirra framlag í dag og sömuleiðis þeim sem skipulögðu og skreyttu salinn. Takk fyrir mig. Bara bestu þakkir til Hrefnu, til fyrirlesara, til panels og til ykkar allra og ekki missa af rútunni.